Og menn hljóta þá að geta spurt spurningarinnar ófeimnir, gera menn ekki ýmislegt til þess að verja slíka hagsmuni? Munið þið viðbrögðin við ræðunni á flokksþinginu 2015, þegar ég svona aðeins íjaði því á hverju hefði gengið í þessari baráttu. Þegar ég flutti ræðuna með svarta kaflanum svo kallaða. Svarti kaflinn var hann kallaður vegna þess að þar ákvað ég að tilkynna að lagður yrði skattur á slitabúin. Ég vildi ekki að neitt sæi þetta fyrir en ég tilkynnti þetta á flokksþinginu af ýmsum ástæðum. Fyrsta lagi vildi ég nú ekki koma neinum í vandræðum eða hafa vitað af þessu, og í öðru lagi vildi ég ekki að menn þetta stoppa mig. Þannig að þegar menn fengi að lesa yfir ræðuna og skoðana þá var einn kafli svartur. Það var kaflinn hvað við ætlum að gera til að höggva á hnútinn, kafli sem ég setti inn þegar var orðið ljóst að mínum mati að það var ekkert að fara að gerast í málinu. Og þar lýsti ég líka stuttlega hvaða aðferðum þessir aðilar hefðu beitt. Það þótti fyndið, það var gert grín að því, já hvað held að menna, þessi verið að skrifa einhverja skýrslur Framsóknarflokkinn og einhverju sé að njósna formann Framsóknarflokksins. Teljið þið ekki hugsanlegt að einhver myndi kaupa, mér skilst að kosti $35 að kaupa forrit til að brjótast inn í snjallsíma, myndi fjárfesta í slíku forriti, jafnvel dýrari útgáfunni, ef að sá hinn sami væri ráðinn til þess að verja hagsmuni sem að nema $20 milljörðum. Ég geri alltaf ráð fyrir að það væri fylgst með því sem ég segði í síman. Ég veit að það var brotist inn í tölvuna hjá mér, ég lét skoða það. Og við reyndum, eins og við mögulega gátum, að forðast að hleypa þessum aðilum að okkur. En þeir reyndu mikið. Eltu mig meira sér til útlanda. Ég held ég hef sagt ykkur einhvern tíma söguna því þegar ég fór að hitta Vestur-Íslendinga í Norður Dakota. Þá kom maður til mér með skilaboð og sagði, við vitum að þú verður þarna á þessum degi í Norður Dakota. Við erum með bjálkahús þarna ekkert langt frá til ráðstöfunar. Það er utan símsambands, algjörlega einangrað. Við getum hitt í þar, það þarf enginn að vita af þessu. Við getum leyst málin og allir geta verið sáttir. Þeir eltu mig líka á ráðstefnunni í útlöndum. Á þessu hóteli í London var haldin mikil kynning til þess að kynna fjárfestingartækifæri á Íslandi. Margir af gestunum voru hins vegar ekki komnir til þess að skoða hvernig þeir gætu fjárfest, sett nýja peninga til Íslands, heldur að reyna að komast að því hvernig þeir gætu ná peningum út úr Íslandi. Þeir spjölluðu nokkru við mig í kaffinu í þessum sal. Ég reyndar tók mynd á farsímann minn af salnum, svo fann ég hann ekki, en ég fann þessa bara á netinu. Þarna átti ég ófá samtöl og áhugaverð, var boðið upp á herbergi og ýmsar lausnir við þar, og ég hef haft hann háttinn á að, þó ég skrifi ekki daglega dagbók, að þá oft skrifa ég í símann minn eða bara svona litla miða, alltaf með vasana fulla af miðum, svona til minnis atburði sem ég lendi í og samtöl sem ég á. Og ég skrifaði upp nokkur af þessum samtölum, það var alltaf lítill texti til þess að gera því skil hér, en niðurstaðan af þessu samtali við þannan aðila, og þeir voru alltaf kurteisir, þeir mega það, alltaf alveg rólegir og kurteisir, bara eins og þeir væru að útskýra fyrir manni hvernig þetta væri. Niðurstaðan hjá þessum var að hann væri bara að leiðbeina mér, þessum unga forsætisráðherra, hvernig kaupin gerðist á Eyrinni, og annarkvort bara nýttu menn sína stöðu til þess að allir væru sáttir frá því, eða það væri lítið mál að beita þeim áhrifum sem menn hefðu til þess að tryggja rétta niðurstöðu. Og það vantaði ekki að það væri fjárfest í því að tryggja rétta niðurstöðu.